Góðir Íslendingar, þann 20. október næstkomandi verður kosið nýja stjórnarskrá Íslands. Ekki kjósa. Ekki kjósa. Ekki kjósa. Alls ekki vera að blanda í það sem þér kemur ekki við. Ekki kjósa, þetta rugl. Eitt atkvæði, það skiptir engu máli. Kjósa hvað? Ég meina, hverjum ekki sama mannréttindi barna? Afmörkun forsetavaldsins. Jafnrétti í stjórnarskrá. Gegnsæi í stjórnsýslunni. Mér er alveg sama þetta. Tjáningafrelsi. Er það eitthvað sem þú ert að skipta þér af? Við búum á Íslandi, maður má alveg segja alls konar. Auðlindir í þjóðareign. Hver skilur það? Hvaða rex er þetta alltaf auðlindir? Nei, allt svo ekki. Ég á pantaði rástíma, fyrirgefðu. Þú þarft ekki að hafa skoðun á þessu. Ekki verið að eyða tímanum í svona bull. Til hvers? Breytist aldrei neitt. Getur bara að fara að gera eitthvað skemmtilegra. Já, til dæmis fengið þér ís. Okkur fyrir ekki frekar í Bauhaus eða IKEA. Fara með krakkanum niður á tjöð. Þú getur bara verið heima að vasku. Þú ert góð í því. Þið eru kannski alveg saman kvenréttindi. Farðu bara og keyptu þér eitthvað dót. Ekki þér að kjósa. Já, ég meina, er ekki fullt af fólki sem bara getur staðið í þessu? Ég meina, nennið að setja ykkur inn í þetta. Látum þingmennin ákveða þetta. Erum við ekki búin að borga þeim laun fyrir að komast að þessu? Fá þeir ekki borga fyrir það? Fólk sem hefur vitað því sem er að kjósum, það kannski kýs, en hefur þú eitthvað vitað því? Ertu ekki í flokki? Hefur ekki flokkurinn alltaf séð þetta fyrir þig? Láti þá þetta maður. Kannski er það samt ekki alveg saman allt. Ekki kjósa nema náttúran skipti þig einhverju máli. Nú eða mannréttindi. Þá farðu kjóstu. Nema þér finnst þér rétt að takmarka hversu lengi ráðherra getur setið í sama embættinu. Ef þér finnst að þú eigi rétt og heilbrigðisþjónustu að þú veikist, þá kannski. Ekki kjósa nema þér sé ekki sama. Jú, ef þér finnst það kannski skipta einhverju máli þetta með upplýsingafrelsið. Þá kannski vissir að mæta. Ef þú vilt eiga hlutdeild af fisknum í sjónum til dæmis. Ef þér finnst rétt að útgerðarmennirnir eigi fiskinn í sjónum, ef þú vilt hafa þjóðkirkjuna eins og hann er. Ef þú ert sáttur við stjórnarskrána, þá skaltu mæta. Ef þú ert ekki sáttur, þá skaltu líka mæta. Ef að þú vilt fá heilbrigðisþjónustu til dauðadags, þá náttúrulega kýstu. Ef þú ert ánægður með hlutina núna, þá kannski getur þú mætt. Það var alveg fínt, já, þú ættir að mæta þá. Ef þú ert óánægður, þá þyrftir eiginlega líka að mæta. Því þetta er allt ákveðið í stjórnarskrá Íslands. Ef að þú vilt að þessu mannréttindi virt í þessu samfélagi, þá hlýtur að fara að kjósa. Nú ætlum ég að láta blöðruna hverfa. Ef hún hverfur, þá ætlum ég að kjósa. Kynntu þér málið. Það tekur þér nákvæmlega 5 mínútur. 3 til 5 mínútur. Þetta er næstu því jafn langt og tók að ná í boltan áður en það voru margir boltar í umferð í fótboltaleikjum. Þú getur hort á hálft Lady Gaga-vídeó. Þetta er ekkert flóknar en að sjóða egg. Þetta er ekkert flókið. Þetta er eins og bara skipt bleiu. Nei, þetta er mjög einfalt. Þú heldur kannski að það sé flókið að kjósa, en það er ekkert flókið, það geta það allir. Þú ert borgari í lýðræðisríki. Kjóstu. Þitt atkvæði skiptir máli. Ég ætla að mæta og kjósa, kom þessu drasl á hreint. Mættu og kjóstu og taktu afstöðu. Ég veit hvernig þetta fer, en þið verðið samt að kjósa. Ég ætla kannski að kjósa núna, já. 20. október. Kjóstu. Sendu þetta myndband á 5 viniðina. Sendu þetta áfram og byttu þá líka að senda þetta áfram. Sendu þetta myndband núna. Þú ert pottið á Facebook, sendu á Facebook. Ég á 780 vini á Facebook. Sendu þetta svo á 5 vini. Eða saumaklúbb mömmuðinnar eða eitthvað. En sendu bara þetta myndband á vinið þína. Það er ekkert mál. Sendu þetta áfram. Þeir tala kannski ekki við í nokkra daga, en hvaða máli skiptir það? Þetta eru mikilvægustu kosningar í Íslandssögunni. Þetta er stjórnarskráin.